Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, staðgengill bæjarstjóra, upplýsingafulltrúi og forstöðumaður stjórnsýslu og upplýsingamála sem hér í fundarsal Austurbrúar í fræðslumálunum á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin til 348. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og segi hann hér með settan. Fundurinn er tekinn upp og streymt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Dagskrá, ég ætla að byrja að veita athygli á því að dagskrárliðurinn ráðningu bæjarstjóra verður frestað fram til næsta fundar og þar sem það á eftir að formgera starfslok við fyrirverandi bæjarstjóra. Og það með samþykki allra bæjarfulltrúa. En hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 785 og númer 786 og þær verða bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Síðan erum við með fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar númer 18 og númer 19 og þær verða einnig bornar upp saman til samþykktar ef enginn veitir því andmælum. Fundargerð fræðslunefndar númer 121, fundargerð mannvirkja- og veitunefndar númer 11 og fundargerð hafnarstjórnar númer 292. Einnig erum við þá með 2 mál undir liðnum almenn mál og það þá liður 8 sem aðalskipulag breyting vegna skógræktar og síðan liður 9 sem deiliskipulag skíðasvæðisins í Oddsskarði. Þá okkur ekkert af vandbúnaði og við tökum fyrir göngum til dagskrá og tökum fyrir fyrst á dagskrá fundargerðir bæjarráðs númer 785 og 786 og orðið laust þær fundargerðir. Og formaður bæjarráðs Stefán Þór Eysteinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti, staðgengill bæjarstjóra og aðrir kjörnir fulltrúar. Að venju hef ég einhver orð fundargerðir bæjarráðs og ef við byrjum bara í fundargerð bæjarráðs 785 og förum í lið 1.4, en þar erum við að ræða íbúakönnun, þar sem við fengum svona niðurstöður íbúakönnunar sem var framkvæmt í desember síðasta ári. Og það eru ýmsir hlutir þar sem hægt að taka tillit til. Ef við byrjum að jákvæða, til að mynda koma skólarnir okkar og leikskólarnir okkar nokkuð vel út, þó svo að sem auðvitað gríðarlega jákvætt og eitthvað sem við getum alltaf að byggja ofan á. Aðrir flokkar, sumir hverjir komu ekki alveg jafn vel út, sumir lækka og sumir standa í stað, en það klárlega rúm fyrir bætingar þarna. Og við auðvitað tókum þátt í þessari könnun með það fyrir augum að nota það niðurstöðu til þess að bæta okkar þjónustu og það auðvitað það sem við verum að gera. Og hluti af í raun og veru þessari vinnu hefur þá verið að setja upp svona ákveðna áætlun hvernig við getum tæklað þessi mál og skoða þetta betur og nýtt þessa þjónustukönnun okkur í hag og við erum með mjög gott fólk í þeim málum sem mun líta til þess að bæta þessa hluti því þetta auðvitað mikilvægt því þetta auðvitað snýst að þjónustun sem við erum að veita okkar íbúum. Þannig að það mikilvægt við lítum til þessa niðurstaða og já. Ef við förum síðan í lið 1.5, umsóknum stofnframlög á árinu, þarna erum við raun og veru bara að halda áfram þeirri vinnu og á þeirri vegferð sem við höfum verið í Fjarðabyggð þegar kemur að áframhaldandi uppbyggingu. Við tókum þetta fyrir húsnæðisáætlun 2023 fyrir ekkert svo löngu og þar kemur þetta fram að það gríðarleg þörf á áframhaldandi uppbyggingu í Fjarðabyggð í sveitarfélaginu. Og þetta svona hlut af því og þannig erum við raun og veru að fara að sækja stofnframlög til brák og munum auðvitað samhliða þessu halda áfram okkur góða samstæði við Bríet. Það auðvitað mikilvægt að við getum nýtt þessi tækifæri sem við höfum þarna til þess að tengjast þessum aðilum og fá þá í Fjarðabyggð til að halda áfram þessu uppbyggingu því það svo sannarlega þörf á því. Ég held að það sé alveg ljóst ef að okkar svona björtustu spár ganga eftir sem við þetta bindum vonum við. Ef við förum síðan í fundargerð bæjarráðs 786, þá langar mig að byrja á máli 2.1 sem skráning fasteigna í Fannadal. Hér inni eru auðvitað allir búnir að lesa sig fram og tilbaka í þessu máli og vita hvernig
málin í raun og veru standa og það að ljóst að þarna gríðarlega flókið mál upp á borðinu sem snýr að þessum fasteignagjöldum að þessum umræddu lóðum. Þetta í raun og veru þarna ýmsar svona ýmislegt sem hefði mátt fara betur mátt fara þetta hjá sveitarfélaginu og einstaklingunum sem eru að þessum lóðum en í raun og veru við áttum mjög góða samræður þetta í bæjarráði og við vorum saman á það að þetta er langt og flókið mál og fyrir einstaklinga að standa í þessum málum sem að koma fram í raun og veru í kringum þessar skráningar. Þetta auðvitað erfitt og flókið og kannski ekki beint við þessar manneskjur eða þessar einstaklinga að sakast en það allavega komnar niðurstaðar í þetta mál og ég held að þetta hafi bara list á farsælan máta. Ef við förum síðan næst í lið 2.7 sem snýr að opinberri heimsókn forseta. Ég held að við getum öll fagnað því að loksins komið að því að forsetinn mætir hérna til okkar. Þetta 13. til 15. apríl og þetta hann auðvitað ætlaði að vera komin fyrr en það bara mikið gleði með þetta sem komið aftur á dagskrá og hann tekur frá marga daga en það Fjarðabyggð stórt sveitarfélag, það margt að sjá og margt að gera þannig að þetta bara mjög mikið gleði efni. Ef við förum svo í lið 2.8 almannavarnir, það kannski svona örlítið alvarlegra mál svona þannig. Þetta snýr auðvitað að mögulegu gosi og það að ýmsu að huga og sú vinna að yfirfara og uppfæra aðgerðaáætlanir í sveitarfélaginu til að bregðast við ef eitthvað verður. Sú vinna hafin eða að hefjast og það ýmsu sem þarf að svona huga að til að mynda vatnsbólum og holræsakerfum og ýmsu þannig og því nauðsynlegt að aðgerðaáætlanir þetta séu uppfærðar og séu svona standist kröfurnar nútímakröfurnar og sú vinna hafin og það þetta bara gríðarlega mikilvægt. Já, ekki meira frá mér í byrjun. Takk. Orðið laust fundargerð bæjarráðs, bæjarfulltrúi Ragnar Sigurðsson. Við biðjum orðið gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar, kannski byrja á því að bjóða nýjan bæjarfulltrúa sem að taka sitt fyrsta sinn sæti í bæjarstjórn, varabæjarfulltrúi Elísbetur. Velkomin í salinn og velkomin á sinn fyrsta bæjarstjórnarfund. Ég ætla að byrja hérna á lið 1.1 í fundargerð bæjarráðs 785 og það þarna fyrsti liðurinn, úrgangsmál. Komin tillaga að breytingum á sorpmiðstöð Fjarðabyggðar. Að mínu mati þá hefur öll umfjöllun þetta og umræða úrgangsmálin í Fjarðabyggð litast of mikið af umræðum hagræðingu og sparnað. Mér finnst þessi tillaga góð og við eigum að nálgast þetta verkefni og þessa áskorun sem úrgangsmálin eru alltaf á hverju sinni með þeim hætti að í þessum tillögum og tillögum sem við höfum verið að ræða verið að fjalla aukna þjónustu. Við erum að horfa á það að almenningur og það bara tölur það, að fara á sorpmiðstöðvarnar fyrst og fremst og oftast með plast og pappa. Og með því að bjóða upp á grenndarstöðvar þá erum við að gera íbúunum kleift að geta nálgast úrgangsstöðvar hvenær sem öllum tímum sólarhringsins en á móti kemur að þá munum við draga úr opnunartíma sorpmiðstöðvanna. Þannig að eins og þetta blasir við mér þá er einfaldlega aukna þjónustu að ræða og ég hef talað fyrir því lengi að við komum okkur upp grenndarstöðum. Þannig að ég mjög hrifinn af þessari tillögu
og auðvitað þarf að vanda vel alla kynningu á þessu og gefa sér nægan tíma í það og kynna þetta vel og vandlega og gefa innleiðingunni góðan tíma. Í lið 1-4 fjöllum við bæjarráði íbúakönnun sem hefur verið til umfjöllunar á vefmiðlum og rétt sem Stefán kom hér inn á og við komum meðal annars og ágætlega út varðandi ánægju íbúa með þjónustu leikskólana fyrst og fremst. Þar bæting á milli ára. Öðrum stöðum stöndum við í stað en í flestum liðum þessarar könnunar niðurstaðan sú að við erum að fara niður á við og óánægjan eykst milli ára og hún einnig meiri en meðaltal sveitarfélaga í flestum liðum. Þetta eru þarna nokkrir liðir þar sem við stöndum í stað, mjög fáir þar sem við erum yfir meðaltalið. Þetta sameiginlegt verkefni okkar að hvernig við nálgumst þetta og mínu viti svona áskorunin framundan í fullu samræmi við það sem kemur fram í minnisblað forstöðumanns stjórnsýslu og upplýsingamála en einnig held ég að snúi svolítið að upplýsingagjöfinni, fjölgun íbúafunda, við séum að pólitíkin sé að taka meira samtal við íbúanum hvað má betur fara, hvernig við getum forgangsraðað þeirri þjónustu sem við erum að veita, hvernig við getum forgangsraðað fjármunum og svo framvegis og ég held að það sé skortur á þessu samtali og ég held að það sé margt þarna sem að við getum lært af til að mynda sér maður að það dalar talsvert á milli ára ánægja íbúa með íþróttaaðstöðu í Fjarðabyggð og það auðvitað eflaust mismunandi eftir byggðarkjörnum. Við sjáum það hér á Reyðarfirði, þá var mikill gleðidagur miðjan febrúar, 12. febrúar og sagt frá því á heimasíðu Fjarðabyggðar og auglýst hér með pomp og prakt fjölskyldudag og vígsla nýs íþróttahús. Eðlilega kemur það ekki fram í þessari könnun þar sem að 3 vikur eru liðnar og ennþá ekki íþróttahúsið opnað. Þarna hlutur sem að augljóslega má laga og við segjum frá því að við séum búin að vígja nýtt íþróttahús og taka það í notkun en enginn íbúi upplifir það og mér finnst þetta svolítið vandræðalegt þar sem að búið að bíða eftir þessu íþróttahúsi í 2 ár með mikilli eftirvæntingu, auglýst með pomp og prakt en við getum einfaldlega ekki opnað það þrátt fyrir að það sé komið starfsleyfi og mér það bara hulin ráðgáta hvers vegna ekki hægt að byrja íþróttaiðkun í húsinu. Þannig að það eru hlutir sem mjög auðvelt að laga og það verkefni okkar, það verkefni okkar í samvinnu við nýjan bæjarstjóra og það fullt af tækifærum eins og Stefán kom inn á. Ég held að Stefán hafi komið ágætlega inn á lið 2.1 í fundargerð bæjarráðs númer 786. Það er búið að fjalla heilmikið þetta mál og það var fínt að fá yfirferð á þessu í bæjarráðinu og minnisblað fjármálastjóra þar sem hann fer yfir í rauninni sögu þessa máls. Svo langt sem það nær, auðvitað staðreyndin sú að deiliskipulag var samþykkt 2018 og eðlilega hefði það átt að í framhaldi af því að liggja fyrir byggingarleyfi og framhaldi af því að greiða af þessu fasteignagjöld en það verður alveg að segjast eins og að þetta ansi löng saga og takmarkað sem snýr að fráfarandi bæjarstjóra en eins og kemur fram í bókun okkar að þá þessu máli í rauninni lokið á okkar hálfu og hefur verið leiðrétt og í rauninni bara búið að tæma þetta mál að því sem ég best veit.
Já, og svo í rauninni liður 2.7, opinber heimsókn forsetahjónanna. Þetta búið að standa til í talsverðan tíma og ég hugsa að hann hefði þegar verið búinn að halda þessa opinbera heimsókn ef ekki hefði komið fyrir veirufaraldurs og fleiri þátta. Og það er virðingarvert af forsetaskrifstofunni að gefa sér þennan tíma í opinbera heimsókn okkar stóra og mikla sveitarfélag og það verður gaman að taka á móti forsetahjónunum hér í Fjarðabyggð. Fleira er það ekki í bili. Takk fyrir. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Bæjarfulltrúi Þuríður Lillý Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Mig langar að koma hér inn á nokkra liði í fundargerð bæjarráðs og þá er það fyrst bæjarráð fundargerð 785 og það er úrgangsmálin og eins og Ragnar kom inn á áðan eru framundan óumflýjanlegar breytingar vegna innleiðingu á nýjum lögum með varða úrgangsmál og eins og hefur verið sagt að þá verður það með öllu óheimilt fyrir Fjarðabyggð að borga með málaflokknum og þess vegna þurfum við að grípa til aðgerða til að breyta því sem hefur verið síðustu ár. Og jafnframt þarf á mannaflastöðvarnar og áætlanir sveitarfélagsins sem að koma upp mannlausum stöðum með myndavélakerfi eru því farnar út af borðinu sem er miður. En breytingarnar fela í sér eins og Ragnar sagði að það verður komið upp grenndarstöðum og þær verði í öllum byggðarkjörnum sem ég held að verði rosalega mikið framfaraskref og þar verður hægt að henda allan sólarhringinn og það er þetta helsta, pappi og plast og textíll og gler og batteri og allt endurgjaldslaust. Þannig að ég hvet íbúa til að taka þessu með opnum hug og ganga vel þetta. Það skiptir líka ótrúlega miklu máli. Og samhliða þessu verði opnunartímum breytt og einnig verða tekin upp aftur klippikort. Og þetta á að taka gildi 1. júní, en grenndarstöðvarnar verða vonandi komnar í apríl. Og svo verður það þriðji liðurinn sem er ekki í þessu minnisblaði en það er sorptunnur við heimahús. Það verður aðeins breyting á þeim en það verður reynt að hafa þannig að valdi sem minnstum óþægindum fyrir íbúa. Þetta verða ekki stóra breytingar. Og þetta er allt til að koma á móti því regluverki sem er búið að innleiða. En þróunin og tæknivæðingin er ofboðslega mikil í málaflokknum. Þannig að við verðum bara að svona grípa það sem okkur finnst best hverju sinni. Það verða ábyggilega breytingar næstu árin. Þannig að, já, svo var það 1.3. Það er viljayfirlýsing við AHA Bygg. Við höfum átt mjög góð samstarf við þau sem standa á bak við AHA Bygg og hafa þau jafnframt sýnt mikinn vilja að halda áfram uppbyggingu í samfélaginu. Og ég tel það mjög jákvætt fyrir sveitarfélagið að gera við þau viljayfirlýsingu og tryggja þannig enn frekari uppbyggingu. Viljayfirlýsingin er trúnaðargagn þannig ég get ekki farið nánar út í efnistök hennar en ég get sagt að þetta er mjög metnaðarfull áætlun og kemur inn á marga byggðarkjarna þannig að það verður gaman að fylgjast með framgangi hennar. Svo er það íbúakönnunin, eins og Ragnar kom inn á áðan, að það er svona kannski það sem að mér fannst hvað svona skektaði stöðina er að það er ekki nema 3% af íbúafjölda sem taka þátt í henni. 165, þannig að maður hefði gjarnan vilja sjá betri þáttöku en það er vonandi bara að það verði næst og varðandi íþróttahúsið á Reyðarfirði þá var ég búin að spyrjast fyrir út í ástæður þess að það er ekki tekið í notkun og það er af öryggisástæðum af því að það er ekki komnar myndavélar í húsinu og það er ekki símasamband í húsinu en það er verið að ráða bót á því öllu saman en vissulega mjög leiðilegt að það sé ekki búið að taka það í notkun. Svo er það bæjarráð 786 og það er það skráning fasteigna í Fjarðabyggð en eins og ég ætla aðeins þó að Stefán að fara mjög yfir það þá er það eins og kemur fram í minnisblaði frá fjármálastjóra að máli á sér langa sögu og ýmislegt sem hefði ef til vill mátt betur fara. En staðan er þó engu síður svo að margir aðilar koma af þessu máli og það er svo sem engum einum að kenna hvernig framgangur þess var. Og eins og kemur fram þá var Jón Björn ekki á neinum tímapunkti eigandi jarðarinnar og gat því lítið aðhafst í að ljúka skráningu á húsinu.
Það var leiðilegt að hlusta á einhliða frásögn og svona oft kannski hártoganir í fréttamiðlum en því verður svo sem ekki breytt úr þessu. Og í kjölfarið líka ágætt að fólk líti sér nærri og athuga hvort það sé ekki örugglega allar fasteignir skráðar og tilskilin leyfi í lagi. Sveitarfélagið búið að skoða þessi mál og við fyrstu sýn virðist skráningar heilt yfir í góðum málum. Svo það 2.2 sem fiskeldissjóður. Atvinnu- og þróunarstjóri Fjarðabyggðar kom og kynnti umsóknir fyrir hönd Fjarðabyggðar fyrir árið 2023 og umsóknin var gerð í góðu samstarfi við bæjarstjóra, sviðsstjóra og aðra starfsmenn. Og niðurstaðan var að sótt yrði styrk fyrir nýrri heimasíðu Fjarðabyggðar og Fjarðabyggðarhafna, vinnslu við lóð þar sem fyrirhuguð þjónustumiðstöð sjókvíeldis og Stöðvarfirði, hönnun og sameining útrása á fráveitu Fjarðabyggðar og framkvæmdir við Eskifjarðarhöfn. Þetta eru mjög góð og gild verkefni og við bíðum bara spennt eftir að sjá hvernig úthlutunin fer. Svo var ég að spá í þannig 2.8 sem almannavarnir og Stefán kom svo sem vel inn á það áðan, en það er bara hvet íbúa til að huga að því sem að snýrst að þeim og þeim sem búa í dreifbýli að gæta sínum vatnsbólum. Það er gott að vera viðbúin ef af verður. Það var ekki fleira, takk. Orðið laust fundargerðir Bæjarráðs. Ég verði þá ekki að nýta tækifæri og aðeins að fá að tjá mig þær og byrja á því náttúrulega sem ég glemdi að bjóða nýjan bæjarfulltrúa. Hér er fyrsta bæjarstjórnarfundin. Velkomin, Elísbjörn. En já, ég ætla nú bara að fá aðeins að taka undir það náttúrulega allir búin að koma hérna upp og ræða þau mál sem maður hefði nú kannski vilja aðeins ræða en það er eins og komið fyrsta mál 1.1 í fundargerð 785, þá er það úrgangsmálin sem að ég bara tek undir með bæði Ragnari og Þuríði að þetta er náttúrulega aukin þjónusta út af því að þarna erum við að tala með þessar grenndarstöðar sem ég held að sé bara framfara skref og virkilega gott fyrir okkur og einmitt það íbúið geta þá notað og nýtt sér hana bara á hvaða tíma sem er. En mikilvægt er samt núna þegar þessi tillaga er tekin fyrir að við vöndum okkur vel við innlegginguna á henni og gefum okkur góðan tíma til þess að kynna hana vel fyrir íbúum Fjarðabyggðar. Það tel ég vera mjög mikilvægt. Aðeins að komin á íbúakönnunum sem er svo sem búið að ræða hérna líka. En þetta er auðvitað líka bara virkilega gott fyrir okkur að hafa og gott fyrir að núna þetta sé tekið núna á fyrstu mánuðum á nýju kjörtímabili því að við höfum aldeilis verk að vinna. Og minnisblaðið sem við fengum síðan frá forstöðu manni í stjórnsýslu og upplýsingamála var náttúrulega bara mjög greinagott og gott í tengslum við það að rýna þá þjónustu og bæta upplýsingaflæði til íbúa og þar megum við alltaf gera betur og betri svörum til íbúa og það var svona ýmislegt sem var komið inn á. Ég ætla nú samt að taka undir með Þuríði og segja að mér fannst nú leiðilegt að aðeins 165 einstaklingar hafi svarað þessari íbúakönnun, það er 3% að heildar íbúafjölda. Ég hefði nú viljað þá að næst þegar við förum í þessa íbúakönnun að við fáum þá kannski betri svörin og það er bara vonandi mun það takast. En þetta er virkilega gott og virkilega gott veganesti í áframhaldi vinnu. Síðan veit ég svo sem ekki hvort ég hafi nú ætlað að ræða með eitthvað meira. Nei, ég hugsa það að ég sé bara búin að ræða það sem ég vildi ræða. Þannig að þá ætla ég nú bara að fara í það að bera upp. Er orðið vill ykkur núna og ræða meira þessar fundargerðir? Þá ætla ég bara að fá að bera upp fundargerðir Bæjarráðs upp til samþykktar og þau sem eru að samþykkja vinsamlegast gefa merki samþykkt með 9 atkvæðum. Næsta dagskrá er síðan liður 3 og 4 sem er umhverfis- og skipulagsnefnd númer 18 og númer 19 og orðið er laust þær fundargerðir. Það er bæjarfulltrúi Þuríður Lilja Sigurðardóttir, einnig formaður umhverfis- og skipulagsnefndar sem hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir, frú forseti, bæjarfulltrúar og aðrir starfsmenn. Það var svo sem
búið að fara yfir úrgangsmálin, þau voru á fundi 18, þannig að þá var fundur 19. Þessi fundur var, svo snýr svolítið endurnýjun lóðalegu samningum og úthlutun lóða sem ég ætla sem ekkert sérstaklega að fara yfir, en það aftur á móti erindi 48 sem erindi frá íbúum við Búðaveg 24 vegna hávaðamengunar. Þetta mál hefur komið á okkar borð áður og þetta leiðindarmál en það vill enginn búa við hávaða í sínu húsi. En við sem sagt kölluðum eftir úrbótaáætlun sem gerð var að Eflu fyrir hönd Loðnuvinnslunnar og ég tel að það sé mjög jákvætt að úrbótaáætlunin sé komin en það gert ráð fyrir að kynningarferli hefjist núna í mars og verkhönnun í kjölfarið og við munum fylgja því eftir að þessi tímaáætlun verði fylgt og þá eru áætluð verklok í lok júní 2023. Þannig að það vonandi gengur allt eftir og við munum fylgja fast eftir því. Það var gerð viðbótarbókun málið eins og eftir vill einhver hafa séð. Þar sem var gerðar athugasemdir við seinagang haust. Eins og ég tjáði nefndarmönnum á fundinum var verkið sett í flýtimeðferð hjá haust og ég taldi því ekki seinagang að ræða. Sem gerði það verkum ég tók ekki undir þá bókun. Jafnframt hafði ég sem formaður ekkert út á samskipti að setja þar sem haust hefur látið okkur fá öll þau gögn sem við höfum kallað eftir. En tímalínan sú að Mannvit skilar skýrslu í lok desember ef varðar hávaðamælingar og það var að beiðni Fjarðabyggðar og Haust sem að Mannvit fór í þessar mælingar. Og Haust tekur máli fyrir í janúar og gaf þá Loðnuvinnslunni 2 vikur til að koma með úrbótaáætlun. Loðnuvinnslan sendi Haust úrbótaáætlun gerða af Eflu innan tiltekins tímaramma. Og í kjölfarið var kallað saman framkvæmdaráð þar sem ekki þótti forsvaranlegt að bíða með málið fram að næsta stjórnarfundi haust. Framkvæmdaráðið kom þá saman og samþykkti framlag úrbótaáætlun og vísaði henni kjölfarið til Fjarðabyggðar og okkar til afgreiðslu í umhverfis- og skipulagsnefnd sem tók málið fyrir 17. febrúar og samþykkti úrbótaáætlunina. Þannig að ég myndi telja að auðvitað þetta leiðindamál en frá mínu sjónarhorni þá var þetta vel unnið af Haust og í samstarfi við okkur hjá Fjarðabyggð. En það var ekki fleira, takk. Orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar. Enginn hefur beðið orðið. Þá ætla ég að bera fundargerðir umhverfis- og skipulagsnefndar upp til samþykktar og þau sem samþykkja vinsamlegast gefið merki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð fræðslunefndar númer 121 og orðið laust fundargerð fræðslunefndar. Bæjarfulltrúi Birgir Jónsson hefur beðið orðið og formaður fræðslunefndar, gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir, forseti. Ágætu bæjarfulltrúar, stækkengill bæjarstjóra með okkur til að koma þessi upp og ræða fundargerð fræðslunefndar. Þessi fundi var haldinn í skólamiðstöðinni á Fáskrúðsfirði þar sem við fengum leiðsögn húsnæði og kynningu á starfinu í leikskólanum Kærabæ, grunnskólanum á Fáskrúðsfirði og Eskifjarðarskóla. Og ég vil fyrir hönd nefndarinnar þakka fyrir það góðu móttöku sem við fengum og kynninga sem sýndi okkur hvað skólastarfið í Fjarðabyggð öflugt og leið fjölbreytt. Næsti liður á dagskrá var að það var rætt skóladagatöl, bæði leik- og grunnskóla, en þau eru svona á lokametrónum og koma svo til frekar umræðu á næsta fundi nefndarinnar 8. mars. Síðan í 3. lið þá var rætt endurskoðun á úthlutunarreglum grunnskóla og úthlutunarlíkani sem byggist á reglunum. En samkvæmt lýsamþykktum áherslum í fræðslu- og frístundamálum gert ráð fyrir að endurskoða úthlutunarlíkun bæði leik- og grunnskóla á næstu árum og þau sjónarmið sem að liggja baki endurskoðun á úthlutunarlíkani í grunnskólanum eru að úthlutunarlíkani miði betur að þörfum allra nemenda, styðji við þá skóla fyrir alla og styrkjum leið svona faglegt frelsi skólastjórnenda þegar kemur að því að skipuleggja skólastarf. Og í kjölfarið á umræðum á fundinum þá var ákveðið að hefja þessa vinnu við að endurskoða þetta líkan og voru 2 fulltrúar fræðslunefndar tilnefndir í samráðshóp með skólastjórum grunnskólan svona til þess að hefja þetta. Og þessi hópur hittist núna á mánudaginn þar sem farið yfir kosti og galla á núverandi fyrirkomulagi
og mun sú vinna halda áfram núna á næstu viku. Og auk þess má nefna að það loksins að fara aftur af stað vinna með forystu Sambands íslenskra sveitarfélaga þar sem að fara að skoða leiðir til þess að samræma úthlutunarlíkuna einhverju leyti á landsvísu. Þannig að við tökum að sjálfsögðu virkan þátt í því núna á vordögum. Síðasti liður á dagskránni voru skólamáltíðir, en í Fjarðabyggð hefur unnið eftir kerfi sem kemur upphaflega frá Akureyrarbæ varðandi samræmda matseðla og ákveðnar uppskriftir sem á að styðjast við. Og það voru gerðar breytingar á þessum matseðlum fyrir ári síðan og jafnframt var gerður nýr samningur hér í Fjarðabyggð um framreiðslu á meiri hluta máltíða í grunnskólum. En auk þess erum við með eldum við máltíðir líka í leikskólum og 2 grunnskólum. En sem sagt samkvæmt þessu fyrirkomulagi þá eru ákveðnir matseðlar sem eru keyrðir í ákveðin vikufjölda og þegar að við erum með svona fyrirkomulag sem á að vera dálítið svona fast skorðað, þá er mikilvægt að fylgjast með því og taka það út þannig að við séum að ná út úr því sem stefnt er að. Og við fórum yfir þetta á fundinum, ræddum þetta og það kom svona fram mikilvægt þess að kanna þetta reglulega, til dæmis með að taka þetta út af næringarfræðingi. Síðan var líka rætt mikilvægt þess að kanna matarsóun sem mikilvægt að gera meðal annars út frá umhverfissjónarmiði og þar væri hægt að fara ýmsar leiðir, til dæmis í samstarfi við skólana og sem dæmi má nefna að í sumum skólum þá vigta nemendur afganga á diskum sínum og skrá niður og fá þannig svona yfirsýn yfir eigin matarsóun og vera meðvitaðir hana og mikilvægi þessa takmarkana. Og á næstu fundum verður þetta mál skoðað áfram og svona ákveðin nánari útfærsla á því hvernig við framkvæmum þessar úttektir. Meira verða ekki vilja. Orðið er laust fundargerðir fræðslunefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerð fræðslunefndar upp til samþykktar og þau sem hafa samþykkja vinsælast gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð mannvirkja og veitunefndar og orðið er laust fundargerð mannvirkja og veitunefndar. Elís Pétur hefur beðið orðið, bæjarfulltrúi Elís Pétur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk frú forseti. Stægi bæjarstjóra, bæjarfulltrúar og starfsmenn. Fundargerð mannvirkja og veitunefndar, 11. fundur liður 6.1. Sem varaformaður framkvæmda á veitunefndar er ég mjög ánægður með þessa tillögu og tel hana skref í rétta átt. Úrgangsmál eru stórt mál og með nýjum lögum þá er og verður þetta stór áskorun fyrir öll sveitarfélög landsins. Hvað okkar aðgerðir varðar þá tel ég að grenndargámar munu koma til með að bæta þjónustuna við íbúa og því teljum við að þessi aðgerð sem þarf augljóslega að vinna vel og kynna vel og ég treysti okkar góða starfsfólki til þess að gera það. Þá mun þessi aðgerð verða til þess að bæta þjónustu okkar við íbúa. Með betri flokkun og sorpi mun verða til mikið magn af hráefni og það er okkar sem íbúa Fjarðabyggðar og íbúa þessa lands að finna leiðir til þess að nýta þau tækifæri sem þar verða til. Sorp er ekki bara sorp, heldur að ræða hráefni sem hægt er að endurvinna, nýta til raforkuframleiðslu og fleira. Ég held að þessi tillaga sé vel unnin, ég held að þetta verði þjónustubót fyrir íbúa í öllum byggðakjörnum og við erum með marga byggðakjarna í Fjarðabyggð. Það er erfitt og dýrt að halda úti sorpmóttöku í öllum byggðakjörnum. Þess vegna ákváðum við að halda þeim öllum opnum. Við munum skerða opnunina en koma til móts við íbúa með því að setja grenndargáma og ég held að grenndargámarnir munu sanna sig sem þjónustubót fyrir íbúa þegar fólk verður að fara að venjast þeim. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Orðið er laust mannvirkja og veitunefnd. Engin fleiri hafa beðið orðið og þá ber ég fundargerð mannvirkja og veitunefndar upp til samþykktar og þau sem hafa samþykkja vinsælast gefa merki. Þau sem hafa samþykkja vinsælast gefa merki, samþykkt með 9 atkvæðum.
Þá erum við komin í síðustu fundargerðina á þessu fundi og það fundargerð hafnarstjórnar númer 292 og orðið laust fundargerð hafnarstjórnar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég fundargerð hafnarstjórnar upp til samþykktar og þau sem samþykkja vinsamlegast gefa merki. Fundargerðin samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og liður 8 sem snýr að aðalskipulagi breytingar vegna skógræktar. En hér verið að vísa til staðfestingar í bæjarstjórn tillögu að auglýsingu á breytingum á skilmálum landflokksins landbúnaðarland vegna stærðar og skógrækt í aðalskipulagi Fjarðabyggðar. En á fundi bæjarstjórnar númer 346 voru samþykktar breytingar á skilmálum vegna skógræktar í aðalskipulagi Fjarðabyggðar fyrir 2020 til 2040 en sú breyting fól í sér að leyfileg stærð skógræktarsvæða undir landnotkunarflokknum landbúnaðarsvæði verði 50 hektarar í stað 200 hektarar áður. En það sem sagt núna engin breyting gerð á uppdráttum aðalskipulagsins en lögð til breyting á almennum skilmálum fyrir landbúnaðarsvæði. En umhverfis- og skipulagsnefnd og bæjarráð hafa samþykkt breytingar og tillögu að auglýsingu fyrir sitt leyti og henni vísað hingað til endanlegra staðfestingar hér. Og orðið laust tillöguna. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég tillögu að auglýsingu á breytingu á skilmálum landflokksins landbúnaðarland vegna stærðar og skógrækt í aðalskipulagi Fjarðabyggðar upp til samþykktar. Þau sem samþykkja vinsamlegast gefa merki. Og það samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í lið númer 9 sem deiliskipulag skíðasvæðisins í Oddsskarði. En framlagt deiliskipulag á skíðasvæðinu í Oddsskarði til samþykktar og svör við athugasemdum sem bárust á auglýsingatíma. En þetta deiliskipulag unnið á grundvelli skipulagslaga númer 123/2010 og að ræða deiliskipulag fyrir skíðasvæði Oddsskarði í sveitarfélaginu Fjarðabyggð. Deiliskipulagið nær yfir svæði sem skilgreint sem íþróttasvæði í núgildandi aðalskipulagi Fjarðabyggðar 2020 til 2040. Það gert ráð fyrir skíðasvæði og þeirri mannvirkjagerð og umhverfisfrágangi sem nýting svæðisins til skíðaiðkunar og þjónustu við skíðafólk kallar á. En meginmarkmiðið með þessu deiliskipulagi að setja ramma utan núverandi starfsemi á svæðinu og efla þar íþróttastarf sveitarfélaginu og tryggja fjölbreytni og möguleika til að skipuleggja bretta og skíðaæfingar. Enn fremur að efla svæði fyrir þann fjölda iðkenda sem stundar þessa íþrótt og gera svæðið í stakk búið til að mæta frekari uppbyggingu. Það var gerð breyting í texta í kafla 427 og hann var uppfærður með því að vitna í lög og reglugerðir varðandi vatns- og fráveitu ásamt því að grann- og fjarsvæði vatnsverndar var bætt inn í uppdrátt og þetta var gert eftir athugasemdir sem bárust eftir því að það var sett í auglýsingu. En umhverfis- og skipulagsnefnd hefur síðan svarað athugasemdum og samþykkt skipulagið fyrir sitt leyti ásamt bæjarráði og vísa því hingað til okkar og orðið laust deiluskipulagið að skíðasvæðinu í Oddsskarði. Já, Þuríður Lillý bæjarfulltrúi Þuríður Lillý hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Frú forseti, staðgengill bæjarstjóra og bæjarfulltrúar. Mig langaði bara að koma til að óska okkur öllum hamingju með að loksins komið gegn deiliskipulag eða svo til af því að þetta búið að vera mjög lengi í ferli eða langt síðan að þessi vinna var hafin. Þannig að það mjög jákvætt að það sé loksins að líta dagsins ljós. Athugasemdirnar voru ekki á þann hátt að það væri beint verið að setja út á deiliskipulagsvinnuna, heldur bara svona eitthvað sem væri gott fyrir okkur að hafa með í farteskinu og var þeim öllu svarað mjög vel. Þannig að já, ég ætla aðalega bara að fagna því að þetta sé komið á þann stað sem það Takk. Takk fyrir þetta. Já, ég tek undir það. Þetta búið að vera langt ferli að koma þessu hingað, þannig að það ánægjulegt að sjá þetta hérna fyrir okkur klárt, klappa á klárt. En orðið laust deiliskipulag skíðasvæðinu í Oddsskarði. Enginn hefur beðið orðið annar, þannig að þá ætla ég að bera til samþykkta deiliskipulagið af skíðasvæðinu í Oddsskarði upp til samþykktar og þau sem það samþykkja vinsamlegast gefa merki. Og það samþykkt með 9 atkvæðum. En
Fyrst að við frestum síðasta máli á dagskrá til næsta bæjarstjórnarfundar, þá er dagskráin í dag tæmd og næst verður boðað til bæjarstjórnarfundar fimmtudaginn 15. mars klukkan 15:04 með dagskrá. Ég vil þakka bæjarfulltrúum fyrir fundarsetjuna, umræðurnar og þátttökuna hér á fundinum og segja honum hér með slitið. Takk fyrir.